1000 milljóna króna krafa þrotabús Fonds á hendur Jóni Ásgeiri Jóhannessyni var þingfest í héraðsdómi í dag. Skiptastjóri Fonds telur að milljarða króna millifærsla inn á persónulegan reikning Jóns Ásgeirs Jóhannessonar hafi verið gjöf til hans. Pálmi Haraldsson, fyrrverandi eigandi Fonds, segir lán hafi verið að ræða til Þín Blásólar í eigu Jóns Ásgeirs. Engin gögn finnast að féð hafi verið greitt til félagsins. Guðný Helga Herbertsdóttir. Í júlí 2008 greiddi Fonds, félag sem þá var í eigu Pálma Haraldssonar, 1 milljarð króna inn á persónulegan tékkareikning Jóns Ásgeirs Jóhannessonar. Ekkert fylgiskjal að finna í bókhaldi Fonds fyrir millifærslunni og þá fannst engin samningur greiðsluna. Milljarðurinn á rætur sínar að rekja til fyrirgreiðslu frá Glitni vegna félagsins FS38 sem þá var í eigu Fonds. Fonds tók 2,5 milljarð króna láni frá Glitni og endurlánaði þá fjárhæð til FS38 sem aftur lánaði FS37 sem síðar var Steam. Með kaupsamningi sem dagsettur sama dag og millifærslan fór fram, keypti FS38 hlutabréf Fonds í Árum Holdings fyrir 6 milljarða króna. Lánasamningur vegna kaupana var gerður 5 dögum áður en Glitni lánaði félaginu alla fjárhæðina. Milljarður af þessu fé fór inn á persónulegan reikning Jóns Ásgeirs. Pálmi Haraldsson hefur sagt í skýrslutökum að Fonds hefði gert lánasamning við Þú Blásól EHF sem var í eigu Jóns Ásgeirs og umræddur milljarður verið lánaður því félagi. Í gögnum þrotabús Fonds að finna skuldabréf fyrir sömu upphæð og skuldari Þú Blásól. Skuldabréfi bara greiða með einni afborgun í júní 2012. Krafan var aftur á móti afskrifið í bókhaldinu 7 mánuðum síðar. Engin gögn benda til þess að féð hafi verið greitt til Þú Blásólar. Því virðist samkomulagið ekki hafi verið efnt en milljarðurinn var þess í stað lagðurinn á persónulegan reikning Jóns Ásgeirs. Skiptastjóri tilkynntu riftun á greiðslunni í janúar og gerði þá kröfu endurgreiðslu auk dráttarvaxta. Jón Ásgeir hefur ekki orðið við því og þess vegna málið höfðað. Skiptastjórinn telur að gjöf hafi verið að ræða. Greiðslan hafi orðið Jóni Ásgeiri til hagsbóta en verið á kostnað kröfuhafa Fonds. Krafan var þingfest í dag og hafnaði lögmaður Jóns Ásgeirs henni.